En næst tekur til máls nemandi, en þær á nú alla staðið sem mjög vel hér í sumar. En Katrín Jónsdóttir Hjördísadóttir Hirt, myndlistarmaður, og hún jafnframt nemi á loka ári í listfræði við Háskóla Íslands. Gjörðu svo vel, Katrín. Fyrirgefið erindi hennar nefnist mikilvægi fræðarinnar. Sem ég skrifaði fyrir þetta málþing. Já, svona fyrir þekkingu okkar á íslenskri samtíma listfræði. Ef við höldum ekki því sem hefur verið gert til haga og gerum það aðgengilegt, svo að einhver framþróun geti átt sér stað í íslenskri myndlist og listfræði. Já, ég ætla sem sagt að reyna að muna hvað ég skrifaði í þessu erindi hér. Þar sem ég skrifaði þetta fyrir nokkrum vikum síðan, kannski 2, og er búin að velta þessu erindi fyrir mér í smá tíma og í þessu verkefni í allt sumar. Þannig að þá er þetta svolítið ferskt í minni. En ef þetta hefði átt sér stað kannski á næstu 20, 30, 40 árum, þá væri mér alveg örugglega ómögulegt að reyna að túlka þessum innihaldi þetta erindi hér. En sem sagt, ég ætla kannski að tala svolítið út frá því að vera ungur myndlistarmaður, útskrifast úr Listaháskólanum 2008 og að fást við lokaritgerð í listfræði. Að þetta verkefni hér í sumar hefur verið rosalega þýðingarmikið og mikið það er eitt orð sem ég man ekki hvað það var sem ég sagði, en forréttindi, akkurat, mikil forréttindi að taka þátt í þessu verkefni, því að ég hef fengið að skoða íslenska samtímalistasögu í gegnum sjónarhorn Jóns Proppé og safnaði yfir 400 textum og lesið meira og minna, en þetta er bara ein sýn á íslenska samtímalistasögu, bara ein sýn, og það eru til margar aðrar og margar mjög góðar og fræðin og það er svo gríðarlega mikil þekking og fróðleikur og dýpt, djúp hugsun sem á sér stað í þessum textum myndlist að já, mér finnst ég standa kannski svolítið framar en margir aðrir á mínum aldri í þessum geira, í þessu starfi, að því ég hef öðlast töluvert meiri þekkingu á íslenskri samtímamyndlist bara að vinna við þetta verkefni í allt sumar. Og þessi gjörningur hér er svona eins konar birtingarmynd á íslenskri samtímalistfræði og mér finnst það líka bara mér finnst það bara svona nauðsynlegt að gefa út fleiri bækur íslenska myndlist og það er ekki nóg að gefa út eina listasögu á 40 ára fresti. Það er eiginlega bara sorglegt og fáránlegt og það á að vera
það ætti að gefa út miklu meira og fjölbreytnara og til þess að sjá hlutina í ólíkum samhengi. Ok. Ég alveg viss að erindið mitt var miklu betra en þetta sem ég var að reyna að segja hér. Þakka Katrínu. Ég fæ vist aldrei að lesa erindið hennar, en hún mun skrifa önnur örugglega og fræða okkur. En næst tekur mál Steinunn Lilja Emilsdóttir. Hún með BA-próf í guðfræði en einnig nemi í myndlist í myndlistadeild Listaháskóla Íslands. Hún kallar erindi sitt ólgandi framlag til listumræðu. Gjörðu svo vel, Stein. Sæl, öll sem vil. Hafið þið heyrt brandarann listamanninn og ljósapöruna? Hvað það margar listamenn til að skipta ljósapöru? Svarið 1. Hann þarf bara að halda utan peruna og svo bíða eftir að heiminu snúist í kringu sig. Mér var hugsað til þessa brandara þegar ég byrjaði að safna skrifum listfræðingsins Ólafs Gíslasonar. Skrif Ólafs eru svolítið eins og andstæðan við þennan brandara. Þegar ég fór að leita að greinum sem hann hefur skrifað myndlist, þurfti ég að vaða í gegnum heilan hafsjó af greinum hans pólitík, bæði íslenska og erlenda, arkitektúr, hönnun, óperu, mat og menningu með stóru emmi. Þessi fjölbreytilegu skrif Ólafs hafa átt tilhneigingu til að síast inn í myndlistarumfjöllun hans. Í stað þess að vera innilokaður í þeim litla og jafnvel sjálfhverfa mikrokosmos sem íslenskur myndlistarheimur, þá Ólafur ötull við að tengja skrif sín við ýmsa aðra vettvanga, sér í lagi heimspeki og trúmál, en einnig þjóðfélagsumræðuna hverju sinni. Í rauninni eru flest skrif Ólafs að einhverju leyti heimspekileg, en stundum það einstaklega áberandi. Sem dæmi má nefna grein sem hann skrifaði í tilefni af sýningu Vilhjálms Bergssonar í Norræna húsinu árið 1997. Sú grein byrjar á orðunum: Ég var að hugsa myrkrið og ljósið í málverkum Vilhjálms Bergssonar, hvaðan það kom og hvernig það virkar. Nokkrum málsgrunum síðar Ólafur reyndar búinn að tengja vangaveltur sínar við landsleiki í handbolta sem átti sér stað á því augnabliki sem hann var að skrifa greinina. Hugleiðingur trúmál eru sömuleiðis sjaldnast fjarri skrifum Ólafs. Við söfnun mína á skrifum hans fannst mér sérstaklega skemmtilegt að uppgöta að á páskum og vikuna fyrir jól þá skrifaði Ólafur gjarnan greinar trúarlega list. Þá sameinaði hann oft á tíðum áhuga sinn á ítalskri list og trúmálum og fjallaði verk gömlu ítalsku meistarana sem finna má í kirkjum. Þannig veltir hann til dæmis fyrir sér í grein sem birtist á Þorláksmessu árið 1996 hvers vegna Jesúbarnið liggi á jörðinni í myndinni Fæðing Krists eftir Piero della Francesca. Skemmtilegsta dæmi sem ég man eftir þar sem Ólafur tengir myndlistarumfjöllun við málefni líðandi stundar viðtal sem hann tók við Sigurð Árna Sigurðsson í tilefni að opnun sýningar hans í Gallerí Nýhöfn árið 1991. Viðtalið var stutt, það tekur aðeins 1/4 af dagblaðssíðu, en þó gefur Ólafur sér pláss til að spyrja að lokum hvort vinna Sigurðs Árna við málverkið hafi orðið fyrir áhrifum á stríðinu við Persaflóa. Sem almennur blaðamaður samhliða myndlistagagnrýni gafst Ólafi kostur á að taka löng viðtöl við myndlistamenn og búa þar með til merkilegar heimildir. Sem dæmi má nefna viðtal sem hann tók við Donald Judd árið 1991 þar sem ræddu hernaðarbrölt Bandaríkjanna og Sovétríkjanna. Sem blaðamaður gat Ólafur einnig tekið þátt í myndlistarumræðu sem tengist ekki gagnrýni eins og umræðun stofnun Listaháskólans og listkennslu barna. Þá felst sérstaða Ólafs ekki síst í því að hann hefur lengi haft sterk tengsl við Ítalíu og á hann að gjarnan til í umfjöllunum sínum að bera saman ítalska myndlist við verk gömlu ítalsku meistarana
og klassíska forna listasögu. Þannig minnir hann á að þótt íslensk myndlist sé frekar ungt fyrirbæri, þá getur hún átt samtal við list sem bæði fornari og frægari. Þetta ekki ósvipað því á að setja ungling og öldung í sama herbergið. Nýlega sigldi Ólafur á ný mið í samskiptum sínu við íslenska myndlist, fór úr hlutverki listfræðingsins og varð að listaverki Katrínar sem við heyrðum í hér áðan. Katrínu var boðið að taka þátt í samsýningu í Austurríki í síðasta mánuði og í staðins að senda skúlptúr eða málverk þá sendi hún Ólaf sem sitt listaverk. Þar framdi hann gjörning þar sem hann las upp frumsamdan texta en í honum kemur meðal annars fyrir setningin Who is Katrín to declare herself the author of myself as a work of art? Ljóst að framlag Ólafs til myndlistarumræðu á Íslandi veigamikið og það gleðiefni að skrifum hans hafi nú verið safnað á einn öruggan stað þar sem geta verið aðgengileg fræðimönnum í framtíðinni. Takk fyrir. Takk fyrir Steinunn, en það áhugavert að það hefur tekist að safna skrifum sumra fræðimanna og þar á meðal Ólafs Gíslasonar, þá öll skrif hans myndlist þegar skráð í gagnagrunnin og það á jafnframt við aðra fræðimenn. En næst tekur til máls stúlka eða kona sem hefur verið að skoða skrif Aðalsteins Ingólfssonar. Hún heitir Berdís Hörn Guðvaradóttir og myndlistarmaður en hún jafnframt lærður kennari eða í kennslufræðum og hún nemi í listfræði nú í Háskóla Íslands. Gjörðu svo vel, Berdís. Í sumar var ég dregin inn í heim fræða, í neðanjarðarbyrginu svokallaða á Listasafni Íslands, þar sem Mama Ann og Andi Louis Bourgeois vakti yfir okkur. Ég valdi að kafa inn í heim íslenskra samtíma listfræði í gegnum skrif Aðalsteins Ingólfssonar listfræðings. Verkefni sem mér þykir spennandi, áhugavert og svalandi fyrir fróðleiksþorsta listfræðinemans. Aðalsteinn hefur verið mjög virkur í skrifum íslenska myndlist allt frá lokum 7. áratugarins þegar hann byrjaði að skrifa einna fyrstur af kynslóð nýrra listfræðinga. Í skrifum hans liggur mikilvæg heimild íslenska myndlist og íslenska listfræði. En hvers vegna eru þessi skrif svona mikilvæg heimild? Í gagnrýni frá 8. áratugnum til dæmis margt að finna eins og grasrót þess tíma. En í gagnrýninni einnig að finna heimild gagnrýnina sjálfa. Áður eins og 8. og 9. áratugnum var ritstjórnarstefnan í gagnrýni sú að skrifa var allar sýningar. Og með því að skoða það sér maður mjög vítt yfir myndlistarsviðið. Í þessari eldri gagnrýni að finna fullt af listamönnum sem voru með á sviðinu en eru kannski gleymdir í dag. Þarna varðveitist saga þessara listamanna auk sögu sýningana og áður gat til dæmis nýútskrifaður myndlistarmaður haldið sína fyrstu einkasýningu í Níló og fengið gagnrýni í 2 blöðum. Þarna verið að segja sögu sem hætt við að týnist annars. Þó að sumir eins og myndlistarmaðurinn og gagnrýnandi Ransú tala í skrifum sínum að hlutverk gagnrýni sé ekki að vera heimild, því hún sé dægurmenning, þá þetta í mörgum tilfellum eini staðurinn sem ákveðna sögur að finna. Síðastliðin ár hefur umræðan í blöðum verið meira ákveðna listamenn og það valið úr hvað skrifað sem reyndar ákveðin gagnrýni. Þannig heldur maður kannski að fullt af listamönnum séu ekki virkir þó þeir séu það. En þessi skrif eru einnig heimild það hvar hugsun hvers og eins fræðimanns liggur. Heimild það sem verið að skrifa og heimild til dæmis kenningar. Í öðrum fræðigreinum eins og í heimspekinni eru gefin út rit sem leggja út frá hugsun fræðimanna. Þetta vantar okkur bersýnilega hér í listfræðinni. En svo ég vitni í orð Margrétar Elísabetar listfræðings, þá mikilvægi framlags Aðalsteins ekki síst falið í því að hann hefur skrifað mikið myndlistamenn sem staðið hafa utan við meginstrauminn. Og það sjónarhorn afar þýðingarmikið í hinu stóra samhengi íslenskra listasögu. Nærtækasta dæmið bók hans nævislana Einfarar í íslenskri myndlist. Fljótlega í vinnuferlinum var mér það ljóst að umfang skrifa Aðalsteins Ingólfssonar allmikið. Svo mikið að ég vissi stundum ekki hvar ég ætti að stíga niður fæti. Skrif hans liggja meðal annars í fjöldunum öllum af sýningaskrám, fjölblöðungum, bókum, greinum og gagnrýni sem skrifuð hefur verið fyrir blöð og tímarit. Bara sem eitt lítið dæmi þá liggja eftir hann 70 færslur á tímarit.is hjá Dagblaðinu árið 1979. Það 1 ár hjá einu blaði.
Svo, til þess að reyna að fanga Aðalstein, fá heildarsýn yfir skrif hans og ná utan umfangið fór ég í grunnvinnuna. Og undir áhrifum frá Maman fór ég í hlutverk Kóngulóar og byrjaði að spinna vef utan skrif Aðalsteins og safna að mér upplýsingum umfangið. Og hér má sjá svona mína tilraun til þess. Það er mikilvægur og oft vanmetinn sá hluti rannsóknarvinnunnar sem snýr að undirbúningnum, grunnvinnunni. Að safna gögnum til að vinna úr gögnum svo hægt sé að stunda rannsóknir. Grunnvinna sem opnar nýjar víddir og möguleika fyrir rannsóknir og fræðaskrif. Við yfirferð og skrásetningu og greiningu á skrifum Aðalsteins, sem sko nærri ekki lokið, hafa kviknað margar spurningar og hugleiðingar myndlist og fræði sem gætu vaxið í möguleg rannsóknarefni, eins og til dæmis samanburð og gagnrýni myndlist milli tímabila. Í hverju felst munurinn, hverjar voru og eru áherslurnar? Gagnrýni frá 7. áratugnum gat til dæmis, bara svona sem hugmynd, vera á þessa leið, frekar slök sýning en annars eru myndir númer 3, 16 og 23 ágætar. Þá var dómurinn oft hugsaður sem ráðlegging fyrir fólk sem var að fara á sýningar. En þegar fleiri fræðimenn komin á vettvangi fer þetta að breytast með meiri greiningu á verkunum. Ekki bara að verk 16 ágætt, heldur almennileg greining á verki 16. Þessar hugleiðingar og spurningar tengjast því að bera okkur saman við fortíðina, að spegla samtíman í því sem liðið. Og það er meðal annars þess vegna sem svona samantekt og yfirsýn á fræðasviðinu mikilvæg. Við þurfum að geta spegla okkur í fortíðinni til að geta horft og tekið skrefin fram á við. Svo nú er Kóngulóin búin að spinna vef sinn en þarf eflaust að bæta við þræði hér og þar og laga göt sem finnast á vegferðinni. Nú býður hún færis á að fanga til sín meira, þyrst í meiri fróðleik, dregin inn í vef fræðana og situr þar sem fastast og spinnur og safnar, flækt inn í heim fræðana. Svo kannski var það ég sem var á endanum fönguð af Aðalsteini. Þakka Bergdísi fyrir. Næst er komið að Bryndísi Björnsdóttir en hún er búin að ljúka fyrir þó nokkrum árum BA-prófi í listfræði og útskrifaðist með BA-prófi í myndlist frá myndlistadeild Listaháskólans nú í vor og er jafnframt titluð sem Grasrót 2011. Erindi hennar heitir Uppgefið. Gjörðu svo vel, Bryndís. Hér erum við mætt í trú okkar á sögulegri framvindu. Orðin sem við sjáum hér á tjaldinu voru látin falla á umræðuvettvangi nemenda í Listaháskólanum þar sem þaggað var niður í nemenda með þessum hætti. Þú ert 2007, taktu hausinn úr eigin rassi. Ártalið 2007 virðist hafa hagnast okkur vel sem útgangspunktur til viðspurnu til þess að gangast við þeirri framvindu sem við sækjumst eftir. 2007 er beitt ýmist sem blótsyrði, hótun eða til að stöðva framgang hugsunarháttar sem ekki þykir æskilegur. Í umræðinni var nemendur bent á að huga ekki að eigin hagsmunum, heldur fremar að þeirri samfélagslegri heild sem stofnun býður upp á. Á tímum þekkingar hagkerfis verður háskólinn, líkt og Erma Erlingsdóttir bendir á í grein sinni Af veikum mætti, að miðlægu fyrirbæri í samfélaginu en á þeim forsendum að litið er á þekkingu sem vöru og afsprengi tækniþróunar í stað sjálfstæðrar andlegrar iðju, þar sem Irmar nefnir yrki til aðgreiningar frá skilistri vinnu. Sambærileg þróun á sér stað í myndlistarheiminum og innan háskólasamfélagsins þar sem myndlistin er tekin inn í samhengi menningar iðnaðarins. Post-40 samfélag hefur meðtekið myndlistina og þá eiginleika sem hún hefur að bera. Eiginleikum á við sköpunarmátt, nýsköpun, frumleika og jafnvel sérvisku er eins og félagsfræðingurinn Pascal Gillen bendir á tekið fagnandi af bæði viðskiptaheiminum og stjórnvöldum. Því meira sem þessi fangin markarins verður alltumlíkjandi forsenda myndlistarinnar, því minna áþreifanlegra verður hún. Möguleikar myndlistarmanna á gagnrýnum inngripum fara leið þverrandi. Í rannsókn minni í sumar vöktu ritdeilur frá árinu 1995 athygli mína þar sem myndlistarmenn komu fram með hugleiðingar rammastofnunar sem hægt er að þenja, hugleiða, endurskoða og skilgreina.
eiginleika sem sjálf stofnunin ætti að búa og hlúa að. Í þessum tilteknum umræðum tókust helst á Bragi Ásgeirsson, Eiríkur Þorláksson, Gunnar J. Árnason, Hannes Lárusson og Kristinn E. Hrafnsson. Í umræðunum kallað eftir gegnsæi stofnana og þær skulu ekki staðna heldur halda áfram í stöðugri mótun, en Hannes Lárusson bendir á í grein sinni Myndlistarmenn við kjötkallana árið 1995 að umræður að síðastliðna ára hafa meðal annars farið inn á hvernig stofnanir íslenska myndlistarheims virði stjórna myndlistarheimnum meira en myndlistamenn geta viðurkennt sjálfsvirðingarinnar sinnar vegna. Undanfarin ár hef ég ekki orðið vör við umræður af þessum toga. Þeir áherslupunktar sem áður var hægt að ýta við virðast nú vera orðnir ónæmir. Ef raddir hafa þagnað, ritdeilur hljóðnað og átökum hefur lokið án niðurstöðu, blasir það við sem rannsóknarverkefni út frá spurningunni hvers vegna. Til marks hvað þróu innan og utan stofnana í hugafari og aðstöðu til þeirra þessi sýnilegu munur kyrrðin sem tók við. Þessi kyrrð nokkurs konar söguleg nauðsyn, óflugjanleg, jafnvel framför, eða hún tilfallandi ástand sem á breyta? Slíkri rannsóknarspurningu virðist aðeins hægt að svara með tilraun með því að reyna að rífast á ný. Í því að nota skírskotun til ársins 2007 sem viðspyrnu felst krafa að jafna út lóðrétt skipulag og stigveldi til þess að mætast á láréttum grundvelli. Láréttu grundvöllurinn vissulega til staðar, hann alltumlykjandi. Sem nemi, grasrót, undirlag var ég fengið til þess að huga því undirlagi sem sagan myndar nú, róta í henni, að jafna jarðveginn og mæta þar yfirlaginu, stofnunni, þeirri sem skilgreinir og nefnir. En það getur verið til marks nýtilegt að róta í undirlaginu. Mín rannsóknaraðferð verður því að efna til ritdeilna, efla umrótið og skapa annars konar viðspyrnu punkta. En áður en að því kemur, skulum við mætast í trú okkar á sögulegri framvindu, á jafnaðar grundvelli og fara saman hér með ærðurlæsisbænina. Guð gefi mér ærðurleysi til að sætta mig við það sem ég fæ ekki breytt, kjark til að breyta því sem ég get breytt og vit til að greina þar á milli. Takk fyrir. Ég þakka Bryndísi fyrir. Einn nemandi sem var að vinna með okkur í sumar, hún Hildur Rut Hallblóp, sem nemi í listfræði við Háskóla Íslands, liggur því miður fyrir eins og spýta því bakið hennar fór illa og hún gat því miður ekki verið með okkur hér í dag, en hún ætlaði að fjalla listamannaskrif. En hún hefur unnið í sumar við að safna saman skrifum Hrafnhildar Schram listfræðings, en áður hafi hún unnið að því að safna skrifum Hannes Lárussonar myndlistarmanns og voru þau skrif einnig skráð í gagnagrunninn. Og ég sendi henni batakveðjur. En þá kom að loka erindinu. Það Halla Þórlaug Óskarsdóttir sem nemi í myndlist á 3. ári í Listaháskóla Íslands og hún kallar erindi sitt Tímavélin og ætlar að fjalla svona heildrænt yfir gagnagrunn okkar sem við unnum með í sumar. Gjörðu svo vel. Komið sæl, ég heiti sem sagt Halla Þórlaug og nemi í myndlist við Listaháskóla Íslands. En þegar ég var lítil dreymdi mig aftur á móti að smíða tímavél. Ég átti vinkonu sem var aðeins eldri en ég og ég man sérstaklega eftir augnablikinu þegar þessi draumur dó. En þá sátum við upp á bílskúrsþaki og biðum eftir að teppið sem við sátum á tækist á loft. En skyndilega stóð vinkonu minni upp og sagði: Æ, fyndu þér bara einhvern á þínum aldri til að leika við, ég hætti þessu barnaleikjum. Ég veit ekki hvort þess að gengin í barndóm á ný, en í sumar vaknaði draumurinn upp af löngum dvala. Mér bauðst þátttaka í rannsóknarverkefni þar sem útkomin yrði gagnagrunnur með skrifum
íslenska myndlist frá ýmsum tímabilum. Með öðrum orðum fékk ég tækifæri til að taka þátt í smíði tímavélar. Fortíðin hefur alla tíð heillað mann. Það er skrítið hvernig allt breytist fyrir augum okkar án þess að við gerum okkur grein fyrir því. Þannig eru listaverk lifandi og síbreytileg í eðli sínu. Þrátt fyrir að þau taka engum útlitslegum stökkbreytingum í tímans rás, þá getur merking þeirra kollvarpast. Þau þróast með samfélaginu, breytast dag frá degi með fólkinu og viðhorfum þess. Flest erum við aftur á móti svo óheppin að lifa aðeins einu sinni. Við skynjum því listina aðeins í ljósi okkar eigin samfélags. Þess vegna er mikill fengur fólkinu því að hafa afgang að bókum og greinum frá öðrum tímum sem varpa ljósi fortíðar á verk sem við þekkjum. Ljósi samtíma þess verks. Þær eru mikilvæg heimild horfin viðmið og gildi. Í gagnagrunninum eru greinar, bókakaflar og sýningarskrár þar sem við skyggnumst inn í hug fræðimanna sem velta á vöngum myndlist á Íslandi. Elsta greinin er frá 1969 og þær yngstu voru skrifaðir í sumar. Stórhuga stefnum við að heildaryfirliti íslensku myndlistarsögunar skrifað af fræðimönnum hvers tíma. Og hér komum við aftur inn á samtímahugtakið sem er svo mikilvægt. Fræðimenn fjalla samtímamenn sína sem þeir jafnvel þekkja. Umfjöllunin verður óhjákvæmilega hlutdrægari en á sama tíma skilningsríkari. En stóran hluta greinanna sem gagnagrunnurinn hýsir mátti nú þegar nálgast á veraldarvefnum á síðum eins og tímarit.is og mbl.is. Hvaða kosti hefur gagnagrunnurinn fram yfir þessa vefi? Svarið er fólkið í þeirri alhliða athugun sem greinanna gengu í gegnum við skráningu sem helst myndi á yfirherslu rússnesku leyniþjónustunnar. Þar voru þær berstrípaðar og yfirheyrðar með spurningum eins og: hver er höfundur þinn? Hvaða sýningu tengistu? Hvar var hún haldin? Hvenær varstu skrifuð og hvar birtistu fyrst? Hvaða listamenn tengjast þér? Lýstu innihaldið þínu í nokkrum orðum. Með þessar upplýsingar brennimerktar á greinarnar nýtist gagnagrunnurinn til fjölbreytilegra rannsókna. Tölfræðin er einnig áhugaverð, svo sem til að sjá hvaða sýning hefur vakið mesta umtalið, hvaða listamenn hefur mest verið skrifað, hvaða ár hafa verið aðkvastað mest í umræðum listir og svo mætti lengi telja. Til þess að gagnagrunnurinn haldi áfram að blómstra og dafna þarf opinber umræðu myndlist að vera lifandi, en svo er því miður ekki alltaf. Niðurskurður hjá blaðaútgáfum bitnar oft snemma á umfjöllun listir og það er leitt, ekki aðeins fyrir gagnagrunninn heldur einnig fyrir myndlistamenn sjálfa. Þótt ég hef ekki opnað margar einkasýningar sjálf, þá hef ég farið á nokkrar opnanir og í barnslegri einlægni minni stóð ég í þeirri trú að á opnun myndlistarsýninga stæðu þessi spekingar sem þær sækja saman í hnapp og ræddu málefnalega af ákafa og eldmóði inntak verka og merkingu þeirra. Skeggræddu jafnvel, rifust mögulega, en aldrei hef ég orðið vitni að slíku sjónarspili, því miður. Vettvangur listfræðilegrar umræðu er oftast í kennslustofum eða á blaði, sem ritgerð eða grein. Þannig eru skrifum myndlist einnig mikilvæg svörun fyrir myndlistamenn sem kannski hafa undirbúið sýningu sína í marga mánuði. Ég get ímyndað mér spennufallið við það að hafa unnið einsömu langa lengi að verki til þess eins að fá spurninguna: hvar fékkstu eiginlega svona sterkan gullþráð? Íslensk myndlistarsaga er ekki löng og þess vegna var ferðalag okkar aftur í tímann ekki mjög tilkomumikið, en morgunstund gefur gull í mund og það var góð hugmynd að hefjast handa við verkið á meðan það er ekki óvinnandi. Nú er ósk mín sú að listumræða á Íslandi aukist og eflist og skráning í gagnagrunninn haldi markvisst áfram svo hann geti orðið mikilvægt skjalasafn sem mun nýtast til frekari rannsókna í framtíðinni. Takk fyrir.